Davíð, 3-0 sigur á þínum gömlu félögum hérna á Ísafirði í kvöld. Hver fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara óbúslega ánægður með spilamennsku liðsins og óbúslega ánægður með orkustig í liðinu og óbúslega ánægður með vinnusemi liðsins og leikurinn var að einhverju leitinu spilaðist eins og við héldum. Mér fannst þegar við þurftum að vera þéttir og verjast vel, þá gerðum við það gríðarlega vel. Mér fannst einhvern veginn þeir sjaldan ógn okkur nema aðeins í föstu leikatriðum en heilt yfir bara gríðarlega ánægður með liðið mitt og bara tökum þessu sigri fagnandi. Og gríðarlega orka í þínu liði og hjá þér á bekknum, hvaðan kom þessi orka? Já, ég held ég sé nú alltaf orkumikill á bekknum og ég menna við komum bara hérna inn í þennan leik og ætluðum að vera harðduglegir og sýna sterka liðsheild og vera lið og við erum að spila á móti gríðarlega sterkum andstæðing og gríðarlega sterku liði á pappír en eins og ég segi við komum hérna og okkur langaði að vera betra liðið heilt yfir og mér fannst við vera það í dag. Stíðasöfnunin svona í fyrstu leikjunum hefur kannski ekki verið alveg upp á 10 hjá okkur. Það eru margir nýja leikmenn komnir inn, stóri prófílar. Hvernig eftir hennar sigur ætlar að fá þessa leikmenn til að klikka saman og fara kannski smá á rönn? Já, ég held að sé einhverju leitinu svona aðeins hvernig við horfir á það með liðið okkar. Við erum að smíða einhverju leitinu nýtt lið og ég er nýr hérna og mér finnst strúktúrinn á Njarðvíkurliðinu hann er mjög góður. Auðvitað er ég þjálfari liðsins og auðvelt fyrir mig að segja það en ég held að þeir sem horfa á liðið að vita að það er góður strúktúr í liðinu. Við erum búin að halda hreinu núna í 4 leikjum af þessum leikjum sem hafa verið spilaðir og ég held að ef þú ætlaðir að byggja upp sterkt lið þá þarf það að vera í lagi og það er þar sem ég hef byrjað með mín lið, hvort sem að það er Kórdrengir, Vestri eða Njarðvík. Ég hef ákveðið að byrja þeim megin og mér finnst svona, bara sá stimpill vera komin á þetta lið. Við erum að berjast sem lið og það er engin einstaklingar í liðinu, það er engin stærri en liðið og mér finnst við svona í dag líka sýna það með því að svona fagna þessum litlu sigurum og það er bara það sem ég vil að liðið mér standi fyrir og svo auðvitað er Njarðvíkurliðið stútfullt af gæðum og hæfileikum og við höldum vel í boltann þegar þess þarf og við tekum mikið af sendingum og þannig að það er allt til staða til þess að liðið geti verið gott en hins vegar er þetta einn leikur og við vorum bara að horfa í næsta leik en meðan að strúktúrinn á liðinu er að fara batnandi og er að verða góður þá bara er ég mjög ánægður með það sem við höfum verið að vinna og ég er auðvitað líka bara, vill taka það fram að ég er bara með frábært teymi í kringum mig í Donna Geir og Heski og Bjarti styrktarþjálfara og við erum allir samheldnir í þessu að reyna að ná því mesta út úr þessu liði og ég hef ekki haft neinar áhyggjur af þessu frá byrjun. Ég held að allir sem að þekkja fyrir það sem ég stend fyrir og annað að þeir vita hvorum megin í töflunni þar að segja í hvorum endanum ég byrja með mín lið og svo bara byrjar þetta vonandi að malla hjá okkur en ég ætla bara að taka það fram að við erum auðvitað bara að horfa á einn leik í einu og ég held að kannski að einhverju leyti hafi margir farið fram á sér í plönum en staðreyndin er auðvitað sú að við ætlum okkur bara að keppast að vera með í þessu og taka þátt í þessu og það er bara það sem við erum að horfa í núna en það er auðvitað bara næsti leikur og sunnudaginn og áfram gakk. Þú komið fyrsta sinn aftur til Ísafjarðar eftir að þjálfa Vestra í 3 tímabil. Hvernig var að þjálfa á móti gamla liðinu? Það er bara tilfinningar að keyra inn í bæinn, tilfinningar að sjá fólki sem að studdi við baki á mér í því Vestra-ævintýri sem við vorum í og konan og krakkarnir og annað, finnst gaman að koma hérna og mér þykir vænt fólki hérna og mér þykir gríðarlega vænt þá leikmenn sem voru að spila fyrir mig hérna í Vestra og þannig að ég hef ekkert nema góðar tilfinningar með Vestra og ég hef nú spilað helviti marga leiki með Vestra. Ég hef ekki ennþá tapað og ég ætla nú bara að reyna að halda því ég ætla mér að reyna að halda því og ég bara enn og aftur vil taka það fram. Ég er gríðarlega stoltur af liðinu mínu, stoltur af teyminu mínu og við höldum bara áfram. Takk hérlega, gangi vel. Takk.